ert á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, nú ætlum við að tala skatta. Það eru kynntur nýr skattur í fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar sem að hann Sigurður Ingi var að kynna í gær. Það er alþjóðlegur lágmarksskattur. Það er kannski skiljanlegt að þið veit ekki alveg hvað það er, en það hefur nú verið umræða það allan heim, hvernig megi ná utan skattaundanskot stórfyrirtækja í heiminum. Og þetta er niðurstaðan sem að mörg ríki er að pröfa bara núna og tóku þetta upp bara síðustu áramót, en við ætlum vist ekki að gera þetta fyrir næstu áramót, missum þar alveg 1 ár úr lestinni. En til þess að reyna að glögga okkur á þessu er hingað komin gamall kunningi þáttarins, Haukur Viðar Alfreðsson. Vertu velkominn. Takk fyrir að hafa mig. Ég segi þetta svona því að þú komst hérna fyrir margt löngu að ræða skattamál. Þú ert doktorsnemi í hagfræði með áherslu á skattamál og ert ráðgjafi á þínu ráðgjafa fyrirtæki sem heitir Ráðsala. Rétt. Já. Herðu, alþjóðlegur lágmarksskattur. Hvað er það? Hvað er það? Það er í mjög einföldu máli tilraun til þess að sporna við kapphlaupun á botninn eins og að kalla í skattheimnum. Það er að segja að lönd undirbjóði hvort annað varðandi skatta til þess að laða til sín fjárfestingu. Eins og Írar og Luxemburgarar hafa gert og svo náttúrulega enn frekar kannski Panama og félagar. Akkurat það. Og þannig með að setja einhver svona alþjóðlegan lágmarksskatt, fá alla í samstarfi með það, þá allara minnkar á vandamáli. Þú leysir ekki algjörlega en þú nærð það að hafa okkur lágmarki. Þetta er svona tekjuskattur fyrirtækja. Já. Á Íslandi er hann 20%. En þarna kemur skattur sem er 15%. Er það ekki þá, sógast þá ekki niður, eða hvernig virkar það saman? Ef að ég bara með fyrirtæki sem starfa bara á Íslandi, þá er hann skiptur þetta engu máli. Það er bara að borga íslenska tekjuskattin. Þetta er meira, segjum sem svo að... Segjum sett Google. Og það eru allir, núna eru hostakostingar og allir að kaupa auglýsingar í gegnum Google. Akkurat. Og það fara peningar úr landinu sem er ekki skatlaðir. Já, þannig að segjum svo að þú ert með fyrirtæki, Google, það starfi á Íslandi og það starfi einhver starfa sem er bara 0% skattur, og það er bara tekna á Íslandi en beitir einhverjum bröðum til þess að koma undan og gera þá í 0 skattalandinu. Þá myndi vera heimilt fyrst fyrir það land til þess að skattleggja þess að tekja á 50% skatti og ef það myndi ekki fylgja því þá myndi heimildin færast annað þar sem var mögulegt að skatta það. Í þessu tilfelli að bara tala fyrirtæki sem starfa bara í 2 löndum til einföldunar, þá myndi Ísland með að skatta þess að tekja upp á 15%. Það er svona cirka hugmyndin. Þannig að þú getur ekki komist með tekjur úr háskattalandi svo að segja, sem Ísland væri í þessu samhengi og færtar annað þar sem skattan eru undir mörkunum. En þá fær einhver annar heimildina til þess að skatta upp að þessu mörkum, gefið að lágskattalandi nýta hann ekki. En hvernig segjum að þú sett bara eitthvað fyrirtæki og þarf ég þá ef ég er Íslenska ríkið að sanna að þú hefur ekki borgað skatta eitthvað staðar af tekjunum sem þú aflaðir hér sem eru hærri en 15% og þá get ég lagt á því skattin eða get ég bara lagt á því 15% skatt af öllum viðskiptum sem eiga sér stað á Íslandi? Nei, þú mátt ekki leggja bara beint skatt á, það er að segja sko þær tekjur sem eiga sannlega að vera skatt á Íslandi, þú mátt leggja þá skatta sem þú vilt á þær. En við erum væntanlega að tala atvik þar sem það sem kannski flesti kannast við væri að segja álverin myndu nota einhver svona vaxtagreiðslur til þess að lágmarka skattbyrði á Íslandi og flytja erlendis. HS Orka núna nýlega tóku risastórt eigendalán og er að borga skatta. Nei, vexti sig ég til eigenda sinna og þar leiðandi lítinn er með minni hagnað og borga þar leiðandi minni tekjuskatt. Akkurat, það er hugsunin og í því þá geti Íslandi sjálf sér ekkert gert í grunninn, bara því að skattgrunnin var búin að lágmarkast hérna. En í staðinn myndi hækka skattgrunnin einhvers annars þar sem vaxtatekjunar koma sem tekjur, sem ekki gjöld. Og ef það land nýti sér ekki réttindin til þess að skattleggja á þessum 15%, þá geti Ísland fengið heimild til þess að skattleggja á móti þessar tekjur eða meina íslenska arminum að fyrirtækinu frádrátt þannig að þeir borgi sannlega þessu upp að hér. Það er sem sagt, og svo var þetta yfirleitt þetta kannski fyrirtæki sem starfi í mörgum löndum og þetta verður svolítið svona
flókin jafna en þá svona ákveðin goggunaröð hver fær fyrsta skattrétt annar og svo svona samspil á nokkrum reglum sem eiga að ná þessu sameiginlega markmið að ná þessum lágmarksskatt inn. En segjum þetta sé orkufyrirtæki á Íslandi sem að hefur tekið gríðarlega hátt lán hjá eigendur sínum, borgar mikinn vaxtakostnað af því. Eigendurnir eru skráðir í landi þar sem ekki fjármagnstekjuskattur. Það er til dæmis það, sem er bara ekki. Já. Þá getur Íslenska ríkið lagt á 15% skatt á vaxtatekjurnar, eða hvað? Í eðlísinu væri það þannig, en svo eru fleiri undan þá skulum við segja í þessu kerfi. Það er lágmark á stærð fyrirtækja sem tilheyra. Ég held þennast ég vissi þá var árstekjur þurftu að vera 750 milljónir evra. Þannig að þú getur með lítið fyrirtæki eða allavega í alþjóðlegum samanburði lítið, það myndi ekki falla inn í þetta verk til dæmis. Og svo getur verið ákveðnir iðnaðir, þjónustur sem eru undanþegnar úr kerfinu. Þannig að í heildin er þetta svona jákvætt framfara skref en þetta er ekki heildar stopp á eitt. Hvað sagður að fyrirtækjum eftir að stór? 750 miljón evrur. Minnum mig að hafi verið. Allan einhvern tíma var það. Sem eru þá 112 miljardar íslenskir, svona cirka. 115 miljardar íslenskir. Já. Sko það sem að OECD hefur reynt að meta það hvað þessi skattheimta getur gefið, náð peningum sem annars bara hverfa inn í einhverja skattaskjóla hít. Hvað er þetta stórt mál? Já, ég sá töluna 220 miljard dollarar en það var svo OECD-talan svo alltaf gjaldeyrisjóðurinn var með aðeins læri tölu, 1/3 læri slattalæri, en þetta eru mjög stóra tölur. Ég pröfaði eitt að taka þarna 220 miljardar dollara töluna frá OECD og deila í henni með heimshagkerfinu og margfalda upp með Íslandi og þá væri þetta svona 9,4 miljardar íslenskir. Þannig þá er þetta, OECD segir svona cirka 9 miljardar ef Ísland væri bara sína hlutdeild út úr þessu og alþjóðagjaldeyrissjóður svona 6 miljardar sem kæmu þá sem nýjar tekjur til Íslands. Já, á endanum. Ef að skiptingin væri þessi, þá hafa það rétt. En svo er spurningin, er Ísland með sama hlutvall af svona stórfyrirtæki sem falla inn í þetta á önnur lönd, sko? Já. Kannski geti álfyrirtækin og HS Orka og sem hafa notað þessa aðferð við að skulda eigendunum einhverjar formúr, hækka hlut Íslands. Já, það væri svona helst svoleiðis fyrirtæki sem þetta ætti við. En þegar ég byrjaði að spyrja þig, þá datt mér helst í hug svona eins og Google og Facebook og þessi svona fjölþjóðlegu fyrirtæki sem að taka peninga út úr hagkerfinu án þess að vera með, það er ekki, Google er hvergi til heimilis á Íslandi. Nei. Þau eru bara í skínu. Næri þetta ekki til slíkra viðskipta? Jú, þetta er kannski helst. Sem er svona eiginlega bara, við getum kallað þetta eins og bara fjárstreymi út úr hagkerfinu. Já, Alibaba. Þessar hugmyndir í heildina að setja á einhvern svona lágmarksskatt er að skattkerfi heimsins í dag þau eru byggð fyrir annan heim, þau eru byggð fyrir heimi fyrir 100 árum. Þar sem að það var meira bara ég með fyrirtæki í starfi í þessu landi og þá bara fyrir eftir lögunum því landi. En því meira sem tæknivæðumst og meira alþjóðasamskipti og interneti og allt slíkt, þá koma nýjar áskoranir og einmitt með Google og aðra slíka, þá verður þetta vandamál. Þú þarft ekki einu svona að vera bara með netfyrirtæki, þú getur sagt bara að segja mig ég sé Apple og ég framleiði iPhone síma og ég er með framleiðslu einhvers staðar sem bara í Asíu og svo er ég með viðstöðvinni einhvers staðar í Evrópu, en svo segi ég sem er hugverkaréttin einhvers staðar annar staðar í einhverju lágskattaparadís. Írlandi, já. Og svo rukka ég formú og segi, nei, það er virðið sköpunin. Hitt skiptir einhver máli og allt í einu er ég farin að skatta í lágskattalandinu og þá er hvernig á heimurinn að bregðast við því. Þannig að þetta er svona skref í þá átt, má segja. Þá er löndin að reyna að búa til eitthvað svona kerfi og þetta er það sem á að láta reyna á. Og svo koma þeir og segja við Apple, nei, við horfum allt öðru sér á þetta. Við teljum að verðmæti liggi í velbúnaðinum og í sölunni og eitthvað fleira sem á sér stað í Evrópu og í Asíu. En þið ofmetið allt og mikið þessa hugverka eignina sem að þið plantirið inn í Írland. Og þá segir Apple bara nei. Og mætir bara, komið þá bara í dómstólinn, hitti mig. Og þeir mæta með heilu rúturnar af lögfræðingum og ætla bara að vinna þetta.
Já, og þannig má segja að það hafi verið í raun. En hugsunin hérna er að ef þú býr til samstarf úr öllum þessum löndum, að þá skipti engu máli hvað löndi eða sett fyrirtækin segja eða hvert flytja hagnaðinn, af því að það er eitthvað sem bara lög sem að valda því að ég má skatta og það þurfa ekki að vera neinn dómsmál. Það er svona grunn hugsunin, sko. Og þetta kerfi, þetta er ein af stóðunum í kerfinu, þessi 15% lágmarksskattur, og svo er eins og önnur sem af því að lágmarksskattur, hann hjálpar við að stoppa þetta kapl upp á botnin, en hann... Sem er náttúrulega að grafa, svo við tókum alvarleika þessa máls, og þá er hann náttúrulega að grafa undan samfélagsuppbyggingu út allan heim, þar sem að sko áður var það þannig að það er einhverju svona velta í samfélaginu sem var skattlögð og síðan erum við með nýfrjálsíkjutíman þar sem er dregið úr skattlagningunni, þannig við höfum minni tekjur til þess að halda upp í samfélaginu sem er verið að reka og svo bætist þetta ofan á það eru þessi flótti út úr hagkerfunum sem þannig að hluti að veltunni er bara einfallega ekki skatlaður, þannig að ef við myndum segja kannski að venjulegt ríki í Vesturheimi, ef að afl þess hafi verið sko 100 1960 að þá er kannski verið að keyra á sko 80 eða 75 í dag. Svo hef ég bara notað alltaf svona innföllun og þessi aðgerð snýstu það að ná einhverju afli tilbaka sem að er bara einfallega að leka út úr samfélagunum og leiði ekki til uppbyggingar innviða eða eins og viðhalds þeirra eða viðhalds á grunnkerfum samfélagsins. Já, þetta er hugsun er að reyna að spórna gegn þessu sko. Vandinn er kannski að þarna bindur lönd 15%. Hvað ef ég vil skatta 16% til dæmis? Við erum með 20. Já. Þannig að það er ennþá hvati fyrir lönd til þess að flytja skatttekjur frá til dæmis Íslandi með 20% skatt, einhvert annað, af því það mun geta grætt mismuninu á milli 15 og 20. Og kannski heildina þarf bara að verra að lönd hafi ekki þennan sjálfsákvörðunar rétt að þurfa að vera í samkeppni við einhverja aðra með hluti sem kannski mörgum þætti ekkit eiga að vera í samkeppni við aðra. Þetta er bara íslensku markaður með íslensku neytendum og hérna á skatt á þessu en allt í nú er komið samkeppni. Þannig að kerfið í sjálfu sér þessi stóð í kerfinu tæklar það ekki í heildina. Hún skrifir þetta átt en ekki heildarlaust. Svo er önnur stóð í kerfinu sem er svona allan í bígerð að þá er hann að taka einhvers svona umframskatt að þessum sömu fyrirtækjum og honum sé endur dreift út til landa það sem að raunverulegir kúnnar eru, sem enda kúnin er. Og það er svona annað skref í átt að þessu sama en heldur ekki fullkomin laust sko. En þetta er... Það er kerfi sem er kannski miðað á Facebook og Google og félaga kannski frekar, sem eru svona fjölþjóðleg að selja þjónustu. Þetta er snýr alltaf fjölþjóðlegum fyrirtækjum sko. Að því að maður er náttúrulega ekki fjölþjóðlegur, þá ertu bara í einu kerfi og er ég bara skattan þar. En jú, þetta er allt svona, þetta snýst svolítið í grunninn spurninguna sko, hvar er rétt að skattleggja? Hvar verður hagnaður til og af hverju á að vera skattlagt? Og er það sem ég hef verksmiðjuna mína, er það sem að hugsunni mínir eru, er það sem að neytendin er og það er í sjálfu sér ekkert algjört einfalt svar við þessu. Nei. Þannig að það er svona eins og Evrópusambandið hefur viljað stíga lengra heldur en þeir hefur viljað samþykja þessu OECD-tillögur en vilja svo á endanum búa til eigin regluverk sem er nær meiri tökum á þessu og þá myndu þeir vilja taka allar tekjur stórfyrirtækja sem er innan Evrópu og endur deila út frá formúlu, til að segja 1/3 fyrir það sem að endanlegur viðstafinir eru, 1/3 það sem að mannauðurinn í fyrirtækinu er, 1/3 það sem að verksmiðjunar eru og svo fá bara lönd að skatta á þeirri prósent sem við vilja og það er svona stærra skref heldur en þetta. Já, en svo hafa það líka verið að bæta við en hvernig tökustu við á einhvern annan faktor, einhvern svona internet tækni, ætti þetta að vera 1/4 í stað fyrir 1/3 eins og ég var að lýsa í formúlunni. Þannig að þetta er svona, þeir eru búin að vera í hugsunum í raunverulega vel yfir áratug sko. En allan, það er ágætt að þeir eru að heimurinn að færast ykkur nær mótsvars við þessu. Nema þetta sé þannig að eins og oft vil verða að kerfisbreytingarnar eru sniðnar að hagsmunum þeirra sem að eru ríkastir. Já, það er engin spurning um að... En svo sést á þessu að 15% skattur er ekkert hár skattur
í sögulegu samhengi. Ég meina samfélagin í okkar heimsluta byggðust ekki upp á því að skattleggja fyrirtæki 15% tekjuskatt. Þau byggðust upp á því að hafa skattinn svona 40-45%. Þannig byggir upp samfélag, sko. Já, það nú bara að segja að hann læran íslenski, þannig að fyrir það þá og íslenski hefur lækkað hratt, hann var miklu hærri 91, íslenski tekjuskattur fyrirtækja. Ég held að hann hafi verið 45%. Já, kann að vera, ég þekki ekki tölulega nógu vel svona langt aftur. En já, en þú varst að segja að þetta væri sniðið að sko einhverjum sérhagsmunum og það engin spurning. Það eru einhverju iðnaðir þarna sem eru undanþegnir. Ég las eldri útgáfu á þessum regluverki og ég veit ekki alveg hvað breytingum að hefur tekið síðan þá. En þar var ýmis fjármálastarfsemi og lífeyrissjóðir og svona hinir og þessir sem voru undanþegnir, sko. Bara ákveðnir iðnaðir alveg. Þannig að þú veist að það ekki kannski bara í skattprósentunni, það heldur hver fellur inn í regluverki, hvað nákvæmlega þakið. Og svo spurning líka hvernig flokkar samsteypu. Hvað þurfa eignarhlutinir að vera til þess að þetta sé partur af þessu fjölþjóðlega fyrirtæki sem samskattað og hvenær fellur utan þess. Þannig að menn munu vera að dansa í kringum þá línu, sko. Þetta einhverju leiti neini, við erum bara viðstöfinir og kúnni og þjónustæðili, við erum ekki saman undir einum eigandahatti. Og þannig að það mjög erfitt að snýða kerfi sem fullkomið, sko. Við erum mjög skringilega svona fullyrðingar núna í vetur þegar var verið að halda því fram að Rapid á Íslandi væri íslenskt fyrirtæki, þó svo það verið bara 100% í eigu, sko, Rapid alþjóðlega. Þá voru þeir reyna að segja að þetta væri bara árásir okkur íslenskt fyrirtæki sem að kæmu erlenda fyrirtækin ekkert við. Þannig það endalaus svona sjónarmið þar sem að menn reyna að halda því fram að eitthvað sem samsteypa séð ekki þegar það hendar. Já, algjörlega, og einhvers staðar verður löggjafinn að setja reglunar og eftir í hvað hann setur reglunar þá myndur reyna, hvað maður að segja, þú myndur reyna að haga þér eftir því ef þú ert með ákveðna hagsmuni í huga sem fyrirtæki hafa náttúrulega, og þá myndur þau bara haga starfsminni sinni eftir því, sko. En hugmyndin alltaf náttúrulega að regluverkin verði allavega skömminni skárra en það sem var undan. Þannig að þetta bara ágætis framfara skref, skulum við segja. Já. Það á svo sem eftir að koma í ljós. Þetta ekki mál sem drifið áfram á íslensku stjórnvöldum. Þau eru bara að fljóta með í vagninum, taka þetta upp á eftir öðrum. Ef að við þetta saumalputta mat á það hvað þetta gæti þýtt mikið fyrir Ísland svona cirka bát, 6-9 milljarðar, að þá náttúrulega missum við af 6-9 milljarðar með því að hafa ekki flotið með þeim sem að fóru fyrstir í gang, sem að voru síðustu áramót. Við ætlum að gera þetta í fyrst skatturinn leggst á næstu áramót sem að þýði það að tekjurnar koma inn árið og eftir sem þá 2026 að þá munum detta inn einhverjir aurar inn í ríkissjóð. Já, mætti að halda það, sko. Já. Haukur, gaman að fá þig þetta. Já, takk fyrir að vera á mig. Og kannski kalla ég á þig aftur ef að skattamál verið raumræðu. Bara þegar ég horfi á þig að þá voru við meira að fjalla skattamál fyrir einhverjum kannski svona 2 árum og þá komst oftar hingað. Já. Ég kalla á þig seinna. Endilega. Takk. Og ég þakka Hauki kærlega fyrir komin á öllum gestunum sem hafa verið í kvöld. Við höfum verið að tala mótmæli og baráttu og skatta. Úr því samfélagið okkar samsett. Ég minni á eins og ofta áður að samstöðin tilraunaverkefni sem að við erum að reyna að smíða hér, fólkið sem býr til þættina og gestirnir okkar og svo þið sem eru að hlusta, þið búið til galdurinn. Þið getið verið virkir þáttakendur með því að segja vinum og vandamönnum frá efni í samstöðuna, við höfum ekkert efni á því að vera að auglýsa okkur upp, við höfum bara byggst upp af afspurn, eitt segir öðrum frá því sem honum líkar. Þið getið bent á að við erum á Facebook og YouTube og öllum hlaðvarpsveitum. Við erum í útvarpinu á 89,1 á stóru höfuðborgarsvæðinu. Það má sækja þær útvarpssendingar á spilarann. Það bæði spilarinn.is á netinu og svo spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum, það sem net á annað borð. Þau eru komin í sjónvarpið til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum. Þar eru númer 5 á fjastýringunni. Þar getið þið sótt 24 tíma á sólarhring, 7 daga vikunar, allan ásins hring, samfélagsumræðu við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðarinnar. Þið sem að viljið vera ennvirkari getið gert áskrifendur
Það er náttúrulega áskrifundur sem hafa byggt upp samstöðuna. Þið farið þá inn á samstöðu.is, það er nappur sem ástendur áskrift. Þið getið skráð ykkur fyrir lágmarks áskriftinni sem 2.500 krónur sem mér er sagt að sé lágt verð fyrir það efni sem við búum til. Þið megi borga meira ef þið viljið og þið sem að kjósið getið látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er fjölmiðill í eigu áhorfenda, áheyrenda og lesenda. Fyrir 2.500 krónur getið þið fengið allt efnið hér en líka eignast fjölmiðli í félagi með öðru fólki. Við verðum hér næst við rauðaborðið á morgun klukkan 8 en ég segi góða nótt í bili. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is